Núna sagt ætla ég aðeins að fara yfir með ykkur yfir þýristor. Og þetta heitir á enskunni SCR, Semiconductor Controlled Rectifier. Það segja hálfleiðarar sem við getum kveikt og slökkt á eða kontrólað. Það sem flókið við þetta, það eiginlega að skilja þessar tvær rásir eru alveg eins. Ef ég loka þessum rofa hérna, þá eru þær alveg eins. Þá leiðir þessi hlutur eins og díóða. Þetta heitir þýristor. Ef hann opinn, þá fer hann ekki af stað að leiða fyrr en í lokunum. Þessi þarf auðvitað að lokast fyrst. Þetta DC-myndin af þessu. Það að segja, hérna sé bara 12, hér eru 12 volt, hér eru 12 volt og þá bara fáið þið hér yfir 0,7 volt og per hann bara hérna yfir 11,3 volt og hún lokar. Þetta alveg eins hér, þegar að þetta sem sagt, þegar að segjum sem svo bara við lokum sem rofa hérna og sem hér rofa, svona, þá eru hér bara 0,7 volt eins og díóða og hér eru 11,3 volt og pera lokar. Svo opnið þið hérna aftur, svona, þá sloknar hún ekki á sér. Þið getið ekki slökkt á henni nema að opna hér aftur. Þannig að díóða, þess að þýristor jafnt og díóða sem hægt að kveikja á en ekki slökkva. Þannig að hún mjög lítið notuð í DC-umhverfi. Í AC-umhverfi þá slökkvum við alltaf á henni við hvern núllpunkt sem að sýnisbylgjan fer í gegnum núllið. Þannig að það alltaf verið að slökkva á henni og þá ekkert mál að láta hana hætta að loga. En þetta DC-umhverfið og nú skulum við hérna, þannig að segja til að slökkva perunni hérna, þá þarf að opna hér. Svona. Og það sýttir enga hvað þessi hér þá hættir sömurinn að fara gegnum hana og hérna, þá slökkvum við á henni. Við skulum að setja hérna AC spennugjafa hérna. Það spennibreytir bara, AC spennugjafa. Þetta í raun bara spennibreytir hér og hér bara forvaf, bara svona. Bara AC spennugjafi, bara forvaf og eftirvaf, svona. Og núna sem sagt, hérna, þið eru með sem sagt svona bylgju hér jörðin, núllið hérna og það bara plúsin sem fer í gegn. Þannig að merkið hérna við peruna væri þá bara svona, ekkert og svo svona og ekkert. Mínusinn kemst aldrei í gegnum díóðana. Bara plúsin og hann fer bara í gegn og hann lækkar að spennan 0,7 volt. Og hérna þetta alveg eins. Við erum með hérna þetta hér svona, hér. Og við lokum hérna, svona. En það kemur ekkert ljós fyrir við lokum hér. Svona, hérna. Og þá það núna alveg eins. Spennan hérna í peruna, hún bara svona. Þetta kallað gate. Þetta anóðan hérna. Þetta gateið og þetta katóðan. Sama hérna, anóðan, katóðan. Það hefur bæst við þriðja skautið sem gateið. Og það sem það svo flókið að vera alltaf að rjúfa þessar rásir hérna uppi, taka stóra strauminn af. Með því að taka svona lítinn straum af, þá hætti hún að leiða. Þannig að þegar ég opna hér, svona, hérna 0, hér 0, hér 0, hérna jörðin. Þá þarf að segja að þessi plús kemur hérna niður og sem að sé lokað, þá fer hann í gegn. Svo opna ég
þá kemur næsti plús, hann fer ekkert í gegn. Ég verð að bjóða, ég verð að hleypa hverjum púlsi í gegn hérna með því að hafa hérna lokað. Og þetta notað annars vegar svona, sem kallað það bara svona eins og bara stýrdíóða, en við getum líka kveikt í miðjum púlsinum. Þannig að merkið væri þá svona og þá komið dimmer. Þetta notað semst annars vegar til að bara kveikja alveg og hleypa plúsnum í gegn eða ekki, eða til að senka því hvenær þið hleypið honum í gegn. Og þá getið þið ráðið í hvort þið hafið hann, hálfan eða hérna, já, eða minna eða meira. Við getum senka púlsinum og við gerum litla tilraun í þessu næsta verklega tíma og þá sem sagt erum við með hérna svona viðnám hérna, svona, þetta bara, þetta sem við setjum hérna svona öryggisviðnám til að brenna það ekki, svona, og til að búa til dimmer þá þurfum við þétti líka, við sleppum því, þannig að í þessari rás þá getum við bara sem sagt stjórnað þessu hér, þessum hluta hérna. Hvenær við kveikjum á honum hérna í fyrstu hálfbylgjunni. Málið er að það þarf að vera tæpt 1 volt inn á geitinu. Hér eru 12 volt, hérna 12 volt AC og hérna líka. Þá þarf cirka 1 volt hérna. Hér er bylgjan líka, sko, hún er hérna líka. Og svo höfum við hana miklu minni hér, hana litla. Þetta er svona spennudeilir. Við bara minkum bylgjuna niður og það sama form á henni. Þegar að þessi punktur hér nær cirka 1 volti, cirka 1 volt hérna á geitið, þá opnar hann fyrir hérna gæja, þetta niður. Og við getum sem sagt náð svona formi á hana. Við getum ekki ráð við bakkantinn á henni, af því að 1 volti hleypur alltaf á hana hér, sko. Ef við hefðum þétti hérna, til að senka, þá myndum við senka merkinu og vera að hlaða þéttinn meðan það er hér og þá getum við ráðið allir í bylgjunni. Hvað getum við haft bara sko, þetta hér í bylgjan, getum við kveikt bara hérna, bara örlítið hér á, bara ljós hér, eða allt saman. Það er að segja, þýristor er rás, er díóða sem við getum kveikt á með því að setja spennu á geitið. Við getum ekki slökkt á henni, en í AC-umhverfi þá slekkur hún hvort þið á sig alltaf hér og hér og hér og hér og hér og hér og þannig að við þurfum bara alltaf að kveikja á henni við hvert púls. Og við búum til svona rás, setjum sveiflusóg hérna á milli og sveiflusóg hérna og þá sjáum við þessa púlsa en þetta sem sagt flækjustigið í þessu tilraun sem við gerum er það að við getum ekki að peruna þetta niðri. Við þurfum að peruna hérna uppi svona og þýristorinn hér svona og það sem að og það hefur skópið sem sagt hér yfir hérna er skópmynd hérna gefum þá svona og svona, sko. Já, þetta er nefnilega alveg djöfulegt, sko. Þetta er þannig, ef við erum með þessa rás hérna er bara eftir það við og hér er sem sagt, hér er bara rofi. Nei, svona, hér er peran og hér er rofi. Svona, þegar við skópið hérna yfir rofan, hérna, eða mælið eitthvað, sem er bara voltmæli, hérna bara voltmæli, hérna yfir. Þegar þið lokið rofanum, þá logar peran, en þá er engin spenna yfir rofan.
Það eins með þýristólinn hér. Þegar að sem að geti sér opið hérna, þá sjáum við hér bara svona merki. Bæði plúsin og mínusinn. Hérna yfir. Það alveg eins og þegar þetta er opið, hér eru söguna bara 12 AC, þá mælið þið hér 12 volt AC. Af því að peran, hún er bara eins og viðinnan, bara vír hérna svona, og rafmagnið fer hér eftir vírnum, hingað. Hér er peran, hérna er bara þessi vír, þannig að rafmagnið eða plús hér, þá er það plús hér líka, eða mínus hér, þá er mínus hér líka. Þess að sama rafmagnið er hér og hér, þegar það þengjur strömmur. Og sem sagt, þessi rafsveitan eru opinn, og ef það verður skóp, þá myndu við sjá hérna svona merki hérna. Þetta er það flókna við þessa tilraun að það er að átta sig á því að þegar þið sjáum það á sveiflusjóni að það er engin, að það er slétt hérna, að það er svona, þá er ljós hér. Þá þýðir það róðin lokaður. Ef það væri díóða hérna, svona, þá er þetta merkið svona. Þetta væri hérna yfir, hérna. Þið kveikið á díóðunni, lokið sem rofa, og þá hleypir díóðan plústum í gegnum sig. Hér er plús og hér er mínus, svona, og þessi plús, hann fyrir í gegn, fyrir hann logar. Gefur mínusinn, fer ekki í gegnum hann díóðuna. Og þá sjáum við hann, þar að segja, þá er hann, það eftir þessi opið, svona, og þá er mínusinn hér, hann er hér líka, og þegar það mæla hérna, þannig að þið sjáum mínusinn koma hérna, en svo kemur slétt, þannig að merkið á skópunu er ljós, og gefur mínus, og gefur ljós. Hérna ætti að vera sko plús bylgjan, en þið sjáum hann ekki af því hún er slétt, og þetta hér er ljósið. Þetta er alveg eins og bara rófallinn heima hjá okkur. Nú eru þið ykkur í herbyggi og það er rófavegnum. Eða kveikið á honum, í ljósið hjá okkur, að þá er engin spenna yfir rófan, af því að hann er lokaður. 220 voltinn koma hér og í gegnum rófan og það er engin spenna yfir rófan. Öll spennan er í peruna hjá okkur í ljósinu. Svo opnið rófan í vegnum, slökkvið, þá maður leiði 220 volt yfir rófan. Þetta er alveg sama hérna lögmálið, að þetta er rofi og hann hleypir bara í gegnum þessi plúsbylgju og þegar hann gerir það, þá er engin spenna yfir hann. Þá er hann flatur hér. Svo sjáum við mínusbylgjuna, kemur næsta ljós hérna, þá er hann svona og segjum að hann leiði, stillum við þetta hérna við hérna, þannig að hann leiði bara byrja að reyða, þú veist, hérna bara hér við 1 volt, þá vantar helmingin í bylgjuna og þá sjáum við bylgjum sem er svona, svona og svona. Það er að segja, hún væri þá samsagt, venjulega væri hún bara svona, þetta hér er bylgja sem við höfum yfir að ráða. Við ætlum að kveikja á henni þegar hún er alveg í hámarki. Svona, hérna. Það er að segja, þá er, og ég er að segja ykkur ósatt, hún snýr hinsegin, hún er þá svona, og hér kemur svo ljósið, hérna. Hérna er ljósið. Þið kveikið ekki á henni þegar hún er að hækka hérna, kveikið ekki á henni, svo þú nær hérna, þegar þessi er hámarki, þá kveikið þið hérna á, leiðir hann, og þá er engin spenna yfir hann og þá sjáum við svona á skópunum. Þetta er það flókna við þessa rás, að það er átt að sig á því að þegar að þýristórinn leiðir, þá er engin spenna yfir hann. Þá er hann eins og lokaður rofi. Og það er að segja á prófinu, þá er það að teikna þessa mynd, eða hvort ég spyr ykkur bara hvað þýðir á svona mynd, þú veist. Þegar ég fáið myndina hérna á geitið,
inn á geitið bara lítið merki, einhvern veginn bara svona og svona og þegar þannig einhverju spennu þá kveikir hann á og þá þegar hann kveikir á þá byrjar þessi hérna að leiða og hér leiðir hann og þá engin spenni yfir hann. Finnst ykkur að þið styljið þetta? Ég ekki að segja þessi snillingur í þessu, en jú, þetta verður stofning. Þetta svakalega erfitt þetta bara eins og rofinn í veggnum hjá okkur. Þið komið í svona hús og það ekkert ljós eða eitthvað og þið mælið yfir rofan með voltmæli og ef þið mælið enga spennu þá haldið það sé ekkert rafmagn á rósinni. Svo slökkviðið og þá mælið þið spennu yfir rofan. Sko, vendir þar að segja ég ætla þess að sannlega ykkur aftur með peruna hjá okkur. Bara herbyggið ykkar hérna, L1 hérna, 220 volt hérna inn, hérna L1 og hér rofinn í herbyggjunni ykkar og hér peran í loftinu og hér ennið hérna, bara 20 volt og enn. Og núna mælið ég hérna yfir, 20 volt, ekki mál. Svo lokið í rofanum og fáið ljós á peruna og spennan sem ég mælið hér yfir núna á voltmæli hérna, hún 0 volt. Það engin spenna yfir rofan, þetta bara svo vír. Öll spennan hérna yfir peruna, 220 volt. Sem sé bilunarrás, sem sé laus tengið hérna við peruna. Eða bara peran slitin, bara bundin sundur glóðinni henni. Og þá mælið þið enga spennu ef að rófinni lokaði svona saman. Aldrei. Og svo þið opnir rófan, þá mælið þið spennu yfir þetta. Það var kannski góð sannleiking að þetta sé rófið, en sko, hérna mælið, þegar hann opinn, mælið 20 volt yfir hann, svo þið lokið honum, þá mælið 12 volt og þá ljós. Þannig að þegar hann leiðir, þá hann eins og sé lokaður og hann lokar mjög hratt, geitið stýrir hvernig hann lokar. Og hann getur bara leitt plúsbylgju hérna, gegnum sig, þetta bara díóða, þetta bara stýrdíóða eins og hér. Getur bara leitt plús í gegn, ekki mínusinn. Þannig að til umræði bara hleypa þessum plús hérna í gegn hérna. Og við ráðum hvernig plúsin fer í gegn, með því að spennan á geitinu, hún hleypur honum í gegn, þegar hún búin að ná ákveðinni hæð, þá fer hann í gegn, þessi plúsuna. Og við bíðum með að hleypa honum í gegn, til að bara, sem við senkum honum jafn mikið við getum, þá hækkar spennan hérna í geitinu, hún hækkar og hækkar þetta, svona er hérna 1 volti, og þá leiðir hann. Og þá hann svona, þá er hann lokaður, og þá ljósið, en þá engin spenni yfir hann. Svo kemur mínusbylgja hérna, þá bara eins og það séu opinn hérna, bara svona, bara opinn hér og þá mæli ég bara hér yfir bara mínusbylgjuna og hún bara hér, ekkert notuð, hún ekkert notuð neitt, ekkert ljós. Svo kemur næsti plús upp hérna, byrja að byggjast upp hérna plúsbylgja hérna, sé hér. Hana, við getum kveikt á henni allri, ef við viljum, en við ætlum að senka henni svo getum við því að hafa geitið hérna og þá hann á 1 volti sem hann þá í hámarkinu hérna og þá kveikir hann og þá kemur ljósið hér, hérna, hér ljósið og svo aftur mínus hérna. Af því að hérna rofinn lokaður. Hérna hann opinn og hérna hann opinn. Svona. Það lokaður hérna. Og þá mælum við enga spennu yfir þennan rofa. Þetta bara rofi. Svo þetta lokað 54 sekúndur eða miklu hraðar. Þetta lokað bara mjög hratt. Þannig að ef við færum peruna hingað, þá þetta ekkert mál að væla þetta, en þá virkar hann ekki. Sko á skopið. Þetta svona okkar vandamál í þessu. Og já, þetta vitlaus mynd hérna. Hann sem sagt, ljósið hérna og þetta svona. Þetta sjá á skópinu.
En þessa tilraun gerum við næsta verklega tíma og ég vil bara kynna þetta fyrir ykkur að þetta tekur tíma að átta sig á þessu. Að við getum bara hleypt plúsbylgjunni í gegn þyristorinn, ekki mínus, bara plúsbylgjunni og við getum bara ráðið því hvenær hún fer af stað í gegnum hann, við getum senkað því hvenær hún fer af stað upp í helminginn nema hafa þétti, þá getum við senkað henni allri og þá fáum við svona merkja hérna yfir hann, því að hér leiðir hann ekki og leiðir ekki og hér leiðir hann ekki, hér leiðir hann og þá er engin spenna yfir hann og þannig að þetta er það sem er notað, hér hleypir hann svörnum í gegnum sig og með þessu gætu við til dæmis stýrt hérna, haft svona hálfgerðan dimmer og svo taka menn þetta lengra og setja 2 þyristora og snúa þeim hérna sitt og hvað og þá getum við stýrt bæði plúsnum og mínusnum og þá erum við komin með alveg dimmer eða jafnvel mótorstýringu. Þetta er stundum notað í mótorstýringar og það er ekki mjög sniðugt en þá bara hliðtengið við annað þyristor hérna, svona hérna og geitin er bara tengt saman hérna bara svona og þá myndi þetta geit hérna sem bylgjan fyrir niður þá kveikjur hún hérna á bylgjunni og þá myndi, segjum að það myndi leiða til helminga hérna er núllið hér kemur upp plúsinn svo kveikjum við á hérna og hér er þá ljósið hérna svo kemur mínusinn að byrja að koma hérna og svo kveikjum við á honum hérna eftir hálfa bylgjuna og þá er ljósið hér kemur næsti plús hérna, ekkert notaður kveikjum við á honum hérna í hámarkinu hérna kemur ljósið hérna þannig hér er ljós er hér og ljós er hér og nú notið þið bæði halvan bylgjuna í plúsnum og halva bylgjuna í mínusnum. Ef þetta væri ekki kveikt á þessu þá er þetta náttúrulega bara svona bylgjur hérna, svona. Bara plúsbylgjan alveg, mínusbylgjan alveg. Við notum ekkert fyrir hlutan hérna. Svo kveikjum við á honum hérna, hámarkinu. Og þá leiðir hann hér. Gefum mínusinn hérna, hér mínusinn. Hann getur að fara hér í gegn, ekki hér, bara hér í gegn. Og þá kveikjum við á honum hérna miðunni. Hérna, það er hér, leiðir hérna. Svona 2 þyristorar, svona heita træjakk. Þannig að nú erum við búin að læra bæði þyristor og træjakk. Og træjakkin er teiknaður, hann er teiknaður bara sem sagt svona. Nú heitir þetta ekki annað að kalla það. Þetta heitir T1 og T2. Ég man ekki hvorum þetta sé einhvern veginn svona. Terminal 2, terminal 1 og hér er gate áfram. Gate. Og þetta er miklu meira að nota þetta en þyristor. Þannig að træjakkin þetta er svona hefðbundin dimmer. Og þá var gate á sig þannig að hérna var eitthvað svona viðnám. Hérna var eitthvað svona viðnám hérna. Svona. Og hér er eitthvað þéttir. Eitthvað svona R-séra sem kallaði henni. Þá senkar hann bylgjunni. Hér er svona bylgja hérna. Pluss og 220 volt, pluss og mínus. Og hér kemur þá senkun. Þá getur þið ráðið hvort þið kveikið hér á henni. Hvar þið kveikið á henni sko, í þessu ferli hérna. Þetta eru 10 millisekundur hér yfir. Og það þarf að geta hlaðist upp eða afhlaðist á 10 millisekundum. Og það getur þið senkað hvort þið kveikið á henni hérna eða hérna, hvað er þið kveikið á honum. Og þá leiðir hann bara þann bút og þá mælum við mæla hérna yfir hann. Og það sem ef hann leiðir ekki neitt, þá mælum við svona spennu yfir hann. Hann er ekkert að leiða neitt, þetta er bara svo opinn rofi. Og svo byrjar hann að leiða, svo ákveða að kveikja á honum og segja bara undir lokin. Þá er ekkert, sem hér sé peran, þá er ekkert ljós hérna og ekkert ljós hér og kemur allt í einu ljós hérna. Þá er ljós hér. Svo notuðu ekkert hérna, ekkert hér, eitthvað kom hingað og kveikja á hann hérna. Þá er ljós hér, svona.
og svo aftur hérna upp. Þetta sem sagt, það er að segja þýristor getur bara leitt plúsbylgjuna og það þarf að kveikja á henni með geitinu, hleypa henni hérna í gegn, einhvers staðar á ferlinu. Svo tökum við stundum annan í hinn áttina, þá getum við stýrt líka mínushlutanum og þá heitir rásinn triac. Þá getum við stýrt bæði plúsnum og mínusnum. Og já, þið þurfa að kunna munin á þýristor og triac. Triac er bara 2 þýristorar. Og þetta nafn hérna er mjög gott. Sem sagt, semikonduktor, SCR, semikonduktor, controlled rectifier. Það er að segja hálfleiðara stýrðarafleiðill. SCR hérna, þessi 3 stafir hérna, SCR. Þetta segir eiginlega svona meira, þetta er þýristor og triac, þá SCR þýðir bara, þetta er díóða sem við getum slökkt á, kveikt á en ekki slökkt. Það er hún notuð mest í Asíuumhverfi því að þar er alltaf verið að slökkva 100 sinnum á sekundu. Það eru 50 bylgjur hérna, 50 bylgjur, en hér er slökkt og svo slökkt líka hér. Og svo kveikt, og svo næsta bylgja. Þannig að þið getur, já, og þið sjá að þýristorinn, hann getur bara, þetta er bara verið að vinna með plúsbylgjuna, en í triacnum vinnið þið bæði með plúsbylgjuna og mínusbylgjuna. Hérna er komið triac rás hérna, svona. Já, þannig að þetta var það sem ég ætlaði svona að fara yfir með ykkur, eða byrja að kynna ykkur þetta, þýristorinn og triacinn, og þetta er bara reynst nemendum mjög erfitt að skilja að það sé engin spenna þegar hann er að leiða. En það er bara svoleiðis, þetta er bara þannig rás, bara eins og venjulegu rofi hérna. Það er engin spennu við rofan í herberginu ykkar þegar hann leiðir. Þá er hann lokaður, þá er hann spennulaus. Og þegar þessi er lokaður, þá er hann spennulaus. Og hann vinnur 100 sekúndu, er að opna og loka, opna og loka, opna og loka, opna og loka.